Guðjón, nú stöndum við hérna fyrir framan heilsugæsluna á Reyðarfirði. Hvernig hafið þið verið að undirbúa okkur undir COVID-19 hér á Austurlandi? Það hefur verið mjög víðtækur undirbúningur undir COVID-19 á Austurlandi eins og í öðrum heilbrigðisstofnunum vítt og breytt. Undirbúningurinn gengur út á þessi tvö meginmarkmið sem við vinnum eftir og það er að reyna að koma í veg fyrir að þeir sem eru með undirliggjandi sjúkdóma eða eru veikir fyrir fái smitt og svo er það hitt að reyna að koma í veg fyrir það að starfsemi heilbrigðisþjónustunnar leggist niður á ákveðnum stöðum með þannig að það verði þjónusturof. Þetta eru þessi tvö markmið sem við erum að vinna að og allur okkur undirbúningur hefur gengið út á þetta og meðal annars með því að skipta upp starfshópum þannig að þeir hittist ekki, mötuneytisþjónusta HSA hefur tekið miklum breytingum og fleira. Svo mætti lengi telja að við höfum verið að opna sérstakann COVID-síma, við erum að sinna meira og meira í símum og í rauninu voru það þannig að þú átt ekki að koma á heilsugæslustöð öðruvísi en að undangengnu símtali þar sem að það er metið hvort það sé þörf á því að þú komir. Þannig að undirbúningur okkar hefur verið mjög mikill. Nú greindist smitt frekar seint hér á Austurlandi. Gaf það ykkur aukinn tíma til þess að undirbúa ykkur? Já, það gaf okkur auðvitað þessa daga en undirbúningun hefur verið í gangi í þó nokkuð tíma og starfsfólk HSA hefur lyft algjöru grettistaki í því að gjörbreyta skipulagi á allri heilbrigðisþjónustu sem hefur verið að þróast í mörg ára á undan en í nánast á einni viku er því öllu saman gjörbreytt og við tekur annað þjónustuform en ég ítreka það að það er tímabundið og þetta þjónustuform er gert bara til þess að koma í veg fyrir útbreiðslu á þessari veiru. En nú er sjúkrahúsið í Neskaupstað en heilsugæslur á víð og dreif. Nú hlýtur að þurfa dálítið mikla yfirsýn til að halda utan allt þetta. Það hefur gengið alveg ótrúlega vel. Stjórnendur og starfsfólk HSA er með þetta allt saman í puttunum á sér og það hafa allir lagst á eitt það að gera það sem þarf að gera. Þetta er verkefni núna, verkefni er risavaxið en að mínu mati hefur okkur tekist vel til en auðvitað verður að koma svo í ljós hverju það skilar að endingu. Nú hafið þið verið að leggja mikla áherslu á fjarheilbrigðisþjónustu hér. Hefur það verið að gagnast ykkur í þessari baráttu við COVID? Já, við höfum auðvitað bara reynt að nýta okkur allar þær fjarlausnir sem við höfum og það hefur komið sér vel já en svo er það líka þannig að eitthvað sem að fólk gleymir ofta að sími og símatímar eru hluti af fjarheilbrigðisþjónustu og það er auðvitað þjónustuform sem við erum að nýta í verulega auknum mæli núna. Bæði erum við að fá mjög mikið af símtölum inn í stofnunina en einnig erum við að hringja verulega mikið út úr stofnuninni í fólk sem að meðal annars er í sóttkví og fleira. Nú ljóst að það er mikið álag á öllum heilbrigðisstarfsmönnum í dag. Hvernig er álagið hér? Geturðu gefið okkur einhver dæmi? Já, álagið er bara mjög mikið á fólk en við berum okkur vel. Þetta er hlutverk heilbrigðisþjónustunnar núna að standa sína plikt þegar á þarf að halda og það munum við gera þangað til að þessum faraldri er lokið. Er viðbúnaður að einhverju leyti öðruvísi hérna fyrir austan heldur en annars staðar á landinu? Nei, þetta er bara sambærilegt og annars staðar gengur og gerist og það er þannig að við erum í nánast daglegu samráði við sóttvarnayfirvöld, aðrar heilbrigðisstofnanir það hvernig við sem ein heilbrigðisþjónustu getum tekist á við þetta verkefni og sinnt því eins og best er unnt. Nú er einhver fjöldi hérna í sóttkví og það má alveg búast við því að það komi fleiri smitt en það er þá bara eðlilegt í ljósi stöðunar og ekkert sem kallar á einhvern frekari ótta eða hvað? Nei, það kallar ekki á frekari ótta og það er algjörlega rétt hjá þér að flestir þeir sem hafa verið að greinast, þeir eru nú þegar í sóttkví og eftir því sem að fólki í sóttkví fjölgar þá er alveg viðbúið að uppkomi fleiri smitt. Það eru okkar áætlanir ganga út á það, okkar viðbrögð gengur út á það að takast á við það hvað verður ef að komi fleiri smitt en það er alveg rétt hjá þér að það er viðbúið að það muni koma fleiri smitt upp. Er mögulega einhver kostur í því að hafa heilbrigðisþjónustuna dreifða þegar þarf að dreifa álagi eins og á þessum tímum? Mögulega, það er auðvitað þannig að
til dæmis eins og hérna í Fjarðabyggð þá auðveldara kannski fyrir okkur að skipta upp starfshópum. Hingað til höfum við skipulagt þjónustuna svolítið þvert á stofnunina og unnið þannig að starfsfólk fer á milli stöðva. Við breyttum því yfir nóttu og þannig að núna starfa fólk í mismunandi húsum sem að gera það verkum að ef að kemur upp smit á meðal okkar starfsfólks og þá eru minni líkur á því að það muni breiðast út. Þannig að mögulega. Þá hefur við fengið smá innsýn í stöðuna hérna á Austurlandi. Við segjum þetta gott hérna austan og frá Reyðarfirði.